Góðan dag, fundur settur í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar, þetta fundur númer 56 og það 31 liður á dagskrá í dag. Áður en lengra haldið þá vil ég óska eftir því að maður láti vita að einhverjar athugasemdir eru við fundarstjórn og svo ekki. Í dag eru mættir Gerður Sigfúsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björk Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benjamínsson fjarverandi en í hans stað mætt Úlla Árdal, Haraldur Bóasson, Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir og Margrét Hólm Valsdóttir sem ritar fundargerð. Og áður en við göngum til dagskrár þá óskað eftir að taka eitt mál fyrir að fundinum í dag með afbrigðum og það mál sem barst okkur bara í gær og það breytingu á sveitarstjórnarlögum, mat á fjárhagslegum áhrifum stjórnvaldsákvarðana á sveitarfélög og þessi geta samþykkt að þetta verður tekið fyrir í dag með afbrigðum við einfallega skrifa merki og það samþykkt samhljóða. Og þá okkur ekkert að vanbúnaði og göngum til dagskrár og fyrsta dagskrár eins og endranær skýrsla sveitarstjóra. Og svo Ragnheiður Jóna. Takk fyrir. Oddviti og ágætlega sveitarstjóra fulltrúar. Íbúafjöldi núna 1539 og takkaðan 4 frá síðustu skýrslu sveitarstjóra en það voru íbúar 1543. En nú með hækkandi sól munum við sjá aftur fjölgun líkt og hefur verið undanfarin ár. Í dag liggja fyrir fundinum 2 mál sem snerta húsnæðisuppbyggingu sveitarfélaginu. Annars vegar húsnæðisáætlun fyrir árið 2025 og hins vegar niðurstöður húsnæðiskönnunar sem lá fyrir var aðgengileg hjá heimasíðu sveitarfélagsins frá lok janúar til 20. febrúar síðastliðinn og gafst íbúum þá kost að taka þátt í þeirri könnun. Það verður farið nánar yfir bæði þessi mál hér síðar á fundinum. En eins og komið hefur fram þá auglýsti Brák HSS eftir byggingaraðilum til að byggja 2 íbúðir í Reykjavík og nú Brák að skoða hvort hægt að bæta við 3. íbúðinni og ætti það að koma í ljós næstu vikum. Og þeir eru í viðræðum við byggingaraðila og ef allt gengur eftir þá verður hafist handa við að byggja í Reykjavík í vor. En betur máður duga skal og áfram þarf að halda uppbyggingu húsnæðis í sveitarfélaginu eins og kemur fram í húsnæðisáætluninni sem lögð fram hér í dag. Við þurfum að halda áfram að vinna með Brák og Bríet ásamt því að leita fleiri leiða við húsnæðisuppbyggingu í sveitarfélaginu. Yfirfærsla á bókhaldskerfi sveitarfélagsins hefur staðið yfir síðustu vikur. Þetta hefur ekki gengið alveg eins vel og við höfum óskað en vonandi fyrir að sjá fyrir endan á þessu því þetta hefur haft áhrif á starf skrifstofunar og aukið álag á starfsmennina okkar þar. Ánægjulegt að starf félagsmiðstöð Þingeyjarsveitar gengur vel. Hún starfar á 3 stöðum í sveitarfélaginu og fyrirhugað að fara í 2 ferðir með hópinn, annars vegar á Norðurorg á Sauðárkróki þar sem verður söngaatriði úr Þingeyjarskóla og hins vegar á Samfés í byrjun maí. Síðan var ungmennaráðið boðið þáttaka í verkefninu Byggðabragur verkfærakista unga fólksins og haldin var vinnustofa Húsavík þar sem fulltrúi Þingeyjarsveitar tók þátt. Skólastjóri Reykjahlíðarskóla hefur sagt upp störfum og liggur bréf þess efnis fyrir fundinum í dag og það má segja að félagsstaf eldri borgara sé í blóma og vel mætt á samverustundir bæði í Mývatnssveit og Dölunum og síðan fyrirhugaður sameiginlegur hittingur félagsstarfsins á Laugum í boði Laugaskóla og ég held að hann verði í næstu viku. Og í síðustu viku þá leiti ég við og heimsótti félagsstarfið niður í Þingeyjarskóla, það voru þau þar þá viku og það var gríðarlega vel mætt og gaman að hitta þetta fólk sem gaf mér heilmarga punkta sem við getum unnið út frá. Voru með skemmtilegar athugasemdir og ábendingar til okkar. Í dag liggja fyrir sveitarstjórn tillögur að verkefnum inn í samstarfsverkefni við sveitarfélagir tengslum við heilsuefnandi samfélag og ánægjulegt að þetta verkefni fer vel af stað og við erum strax farin að fá skemmtilegar hugmyndir inn í þetta samstarf.
Vinna við umferðaröryggisáætlun heldur áfram og búið að halda fyrsta fund samráðshóps og nú verið að setja út spurningakönnun til ákveðna árganga í skólunum þar sem meðal annars eru skoðaðar gönguleiðir til og frá skólum. Ég tel mig vera að ná samkomulagi við VAFA arkitekta sem halda á hönnunarleyfi á byggingum Manfreðs Vilhjálmssonar og þegar það í höfn þá hægt að byrja á fullnaðar hönnun á leikskólanum á Stórutjörnum og ég vona að ég nái að klára þetta samkomulag í næstu viku. Mikið umleikis hjá umhverfis- og framkvæmdasviði þar sem undirbúning fyrir verkefni ársins stendur yfir og fyrstu verkefnin eru þegar hafin. Viðhalds- og nýframkvæmdaverkefnin sem liggja fyrir á árinu eru á 300, sum þeirra lítil en önnur stór. Nýr verkefnastjóra SSNE og Þingeyjarsveitar ásamt sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs hafa byrjað undirbúningsvinnu við gerð loftslagsáætlunar fyrir sveitarfélagið og það unnið í samstarfi við umhverfisnefnd. Vinna við annað græna skrefið hafið og munu starfsmenn sveitarfélagsins finna og taka þátt í margvíslegum verkefnum tengdu verkefninu og þetta verkefni vekur alltaf kjátínu hér innanhúss en þokkalega góð þáttaka hjá starfsfólkinu í því. Ég og sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs höfum verið að funda meðal annars með Eflu og Vegagerðinni vegna hjóla- og göngustígs við Mývatn. Áætlað á árinu verið lokið við þann hluta stígsins sem til fullhannaður. Þó á eftir hanna á hann þveranir og brýr og hefur Efla tekið þá vinnu að sér. Einnig verður farið í samtal við landeigendur áframhaldandi hönnun á stígnum. Nú að fara í loftið auglýsingar fyrir sumarstörf hjá þjónustumiðstöðinni sem og fyrir flokkstjóra vinnuskólans. Og við erum orðin klár með auglýsingu eftir veitumanni og starfsmanni Veitna og það fer í loftið á næstu dögum. Og við auglýstum eftir skipulagsfulltrúa á dögunum en náðist ekki að ráða aðila en áfram unnið að lausn málsins. Auglýst var eftir fólki til að taka sér minka og refaveiði í sveitarfélaginu og var sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs falið að ganga frá samningum við þá aðila og í næstu viku mun hann hitta þá sem hafa verið ráðnir og ganga frá samningum. Nú ánægjulegt að það hefur verið undirritaðir samninga við kennara og það mikið fagnaðarefni. Kennarar munu kjósa samningin á næstu dögum og ætti að koma niðurstaða í þá kosningu í næstu viku. Og einnig hef ég verið setið núna síðustu vikum nokkra kynningafundin með sambandinu vegna þessara samningagerðar. Ég og Knútur Emil sátum fund Samorku lagabreytingar sem verða tekna fyrir aðalfundi Samorku sem haldið verið 19. mars næstkomandi og liggur fundarboð fyrir fundinum í dag. Ég og framkvæmdastjóri SSNE hafa við undirbjuggum komun í starfsmanns og funduðum vegna þess og tókum svo sameiginlega á móti henni í upphafi mánaðarins. Og það mikið fagnaðarefni að vera að koma með sameiginlegan starfsmann með SSNE sem vinnur þá að ýmsum atvinnuþróunarverkefnum fyrir sveitarfélagið. Ég og Oddviti sátum fund með Vegagerðinni þar sem við ræddum meðal annars brýr við Skjálfanda, fljót við Fossól og vegi 85. Nú eru veglínur á vegi 85 í umhverfismati og áætlað að því ljúki í haust og verið að kanna matskildi og vegtengingu við nýja brú við Fossól og hún áætlun 2029. Eins ræddum við framkvæmdir við göngustíginn í Mývatnssveit og áframhaldandi hönnun á honum. Við fórum líka aðeins yfir vetrarþjónustu í sveitarfélaginu og mikilvægi góðrar vetrarþjónustu fyrir íbúa sveitarfélagsins og hún líka hefjist aðeins fyrr á morgnana þar sem það hægt. Ég satt stjórnarfund SSNE og liggur fundagerð þess fundar fyrir sveitarstjórn hér í dag og í byrjun febrúar var sett á rauð viðvörun víða land og kallaði lögreglustjóra fund með sveitarfélaginu vegna þessa. Við vorum mjög heppin hér á þessu svæði því veðrið var aldrei slæmt og lítið tjón í sveitarfélaginu vegna þess. Ég átti fund með Mývatnsstofu og Castor Media vegna kynningarefnis sem var áætlað fyrir í fjárhagsáætlun og vinna við gerð þess að hefjast. Ég og Oddviti áttum fund með fulltrúum Samherja vegna heitlofsþurrkunar og Laugum þar sem kom fram að þeir hyggist sækja áframhaldandi starfsleyfi og fara í þær úrbætur sem heilbrigðiseftirlitið leggur til að verði gerðar. Mánaðarlegir samráðsfundur með Norðurþingi var á sínum stað. Við höfum fengið senda ársskýrslu félagsþjónustunnar og verður hún lögð fyrir næsta fund hjá fræðslu- og velferðarnefnd og í kjölfarið kemur hún til sveitarstjórnar. Við ræddum einnig flug á Aðaldalsflugvöll og byggingunni í hjúkrunarheimilis en
Það hefur komið í ljós að ekki er hægt að fara svokallega verðkönnunarleið sem hefur stytt ferlið verulega og fara þar útboðsleiðina sem tekur lengri tíma. Norðurþing er líkt og við að fara í útboð á sorphirðu á árinu og það er gott að geta nýtt þessa fundi til að miðla upplýsingum og læra hvert af öðru. Við fengum boð á fund vegna frumvarps Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og ég gerir ráð fyrir að einhverjir sveitarstjórnarfulltrúar hafi líka setið þann fund. Sveitarstjórn var boðið á vinnufund með Landsvirkjun og atvinnuráðgjafa á þeirra vegum. Var þetta mjög fróðlegur og gagnlegur fundur. Með okkur á fundinum voru meðal annars fulltrúar EIMS og nýr verkefnisstjóri SSNE og Þingeyjarsveitar og munu þær taka boltan og vinna áfram að verkefninu í samstarfi við okkur, Landsvirkjun, EIM og fleiri. Ég satt aðalfund Mývetnings og ég einnig funda með fulltrúum þeirra vegna snjótróðara í Kröflu sem þeir hafa lagt áherslu á að þurfi að endurnýja. Ég og oddviti við áttum fund í Kiðagili með fulltrúum Bárðaborgar EHF en sveitafélagið á hlut í því félagi sem á fasteignirnar í Kiðagili. Farið var yfir rekstur félagsins og þær áskoranir sem félagið stendur frammi fyrir meðal annars vegna framkvæmda sem nauðsynlegar eru á húsakynnum þar. Við vorum síðan 10 sveitar og bæjarstjórar sem skrifuðum grein vegna sjúkraflugs og lokun flugbrautar á Reykjavíkurflugvelli. Í kjölfarið áttum við fund með Reykjavíkurborg, Ísafa, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, fulltrúum heilbrigðisráðuneytisins og samgöngustofu. Ánægjulegt er að nú er búið að opna brautina fyrir sjúkraflug og áfram verður haldið með trjáfellingar til þess að hægt að opna brautina fyrir öðru flugi. Við áttum góðan fund ég og oddviti með forstjóra nýrra náttúruverndastofnunar þar sem við lögðum áherslu á að hefja þyrfti vinnu við stjórnunar og verndaráætlun fyrir Laxá og Mývatn. Einnig fórum við yfir nokkur önnur mál sem að snerta sveitarfélagið. Og núna í vikunni áttum við síðan annan fund og það var góða fundi með starfsmönnum stofnunarinnar þar sem verið er að leggja grunn að vinnu við nýja stjórnunar og verndaráætlun. Og það mikið fagnaðarefni þetta sé komið á þennan stað og við munum fylgja þessu fast eftir að þessari vinnu miði áfram og við lögðum nú til að það er sett fram núna tímaáætlun framkvæmd verkefnisins sem að þau ætla að fara að leggja grunn að starfsfólk stofnunarinnar. Þetta er svona það helsta sem að hefur verið frá síðasta reglulega fundi sveitarstjórnar en að sjálfsögðu er alltaf fjöldi funda, símtala og heimsókna sem við erum að fá hér á sveitarstjórnarskrifstofuna. Takk fyrir. Já, við þökkum sveitarstjóra fyrir þessa greinagerð og mér telst til að hún hafi tæft hér á hátt í 40 málefnum sem ég veit það er bara toppurinn af ísjakanum sem hún hefur verið að fást við síðan hún fór með síðustu skýrslu fyrir mánuði síðan á sveitarstjórnarfundi. Þannig að eins og ég segi það er ekki beinlínis hægt að tala lognmollu hér. Annar liður á dagskránni í dag, það er viðaukar við fjárhagsáætlun 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur að taka ákvörðun viðaukar nr. 1 við fjárhagsáætlun 2025. Samtals upphæð viðauka 1, viðaukar nr. 1 er 14,5 milljón en hann er annars vegar vegna viðhalds á Hlíðavegi 6. Það er 3,5 milljón sem færist á málaflokk 3.13.10 og hins vegar vegna endurnýjunar á snjótróðara 11 milljónir sem færist á eignasjóð Þingeyjarsveitar og viðaukinn yrði fjármagnaður af handbæru fé og orðið er laust. Knútur, gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk, aðeins til skýringa þessi viðauki sem kemur til vegna Hlíðarvegs. Þetta eru aðgerðir sem ráðist er í til þess að verja þann hluta húsnæðisins sem er í bestu ástandi. Annars vegar hólfan frá og gera við lítilsháttar það sem ræðir sem og að gera hann brúklegan sem einingu innan sér. Til að getum við notað hann í félagsstarfi af ýmsu tagi. Eitthvað sem gagnast sveitarfélaginu. Takk.
Knútur hefur lokið máli sínu, eru fleiri, það er bara biðröð, það er Árni Pétur Geirsson. Oddviti ágætt að setjast á fólk. Það er kannski fyrst að Knútur fór aðeins yfir Hlíðarveginn, en það er kannski gott að ég fari aðeins yfir hinn hluta ástæðu þess að við erum að gera þennan viðauka. Og þetta sem sagt snýst snjótróðara sem að sveitarfélagið kemur til með að eiga, en eru auðvitað til þess að styðja við starfsemi Mývetnings, þar sem að við erum jú að reka skíðasvæði í sveitarfélaginu. Þetta er auðvitað alltaf svolítið snúið þegar verið að deila út fé, hvað á að styðja við og hverju á að halda úti. Og það má auðvitað segja að við erum að reka hér bæði sundlaugar og við erum með frjálsíþróttavelli og ýmislegt hingað og þangað sveitarfélagið sem að sveitarfélagið er að einhverju eða öllu leyti að kosta. Og við teljum að þarna sé einfaldlega unnið mjög mikilvægt starf og hvert styður annað. Hann er náttúrulega unnið blómlegt skíðastarf og hann er líka notaður í kringum viðburði sem er verið að halda eins og vetrarhátíð til dæmis. Þannig að ég tel að þetta sé bara hið besta mál og við eigum að ganga fram og samþykkja þetta. Takk fyrir. Árni Pétur hefur lokið máli sínu, Ragnhildur, gjörðu svo vel. Já, takk oddviti og sveitarstjórnarfólk. Ég ætlaði kannski bara aðeins að koma inn á Hlíðarveg og framkvæmdir. Ég ætlaði að vera jákvætt ef það er hægt að stúka af þann hluta sem er í lagi og nýta hann undir, eins og Knútur kom inn á, undir félagsstarf af ýmsu tagi. Það er náttúrulega eldri Mývetningar að nota þetta, það er hægt að nota þetta undir eldri borgarastarf, mömmumorgnar, félagsmiðstöð og svo framvegis og sem starfsstöð sveitarfélagsins einnig. Og það er bara mjög mikilvægt að við séum með aðstöðu í Reykjahlíð til þess að nota. Takk. Ragnhildur hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem að vilja taka til máls? Og svo er ekki. Þá göngum við til atkvæða þennan fyrsta viðauka við fjárhagsáætlun 2025 sem er upp á 14,5 milljón, annars vegar vegna viðhalds á Hlíðavegi 6, 3,5 miljón og síðan vegna endurnýjunar á snjótróðara 11 milljónir. Og færist, viðaukinn verður fjármagnaður á handbæri fé. Og þeir sem geta samþykkt viðaukann, vissulegast gefið merki. Og hann er samþykktur samhljóða. Dagskrárliður númer 3. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Grófinni geðrækt þar sem óskað er eftir stuðningi vegna húsaleigu. Og orðið er laust ef einhverju taka til máls. Jóna Björg, gjör svo vel. Já, oddviti, auðvitað berast sveitarfélögum og okkur sem öðrum margar styrkbeiðnir. Mér langar að vekja athygli á því að Grófin sem og aðrar þjónustur sem eru á Akureyri, þetta er ein af þeim þjónustum sem er í boði endurgjaldslaust fyrir notendur og fyrir þau sem ekki kannski þekkja þá er Grófin svona einhvers konar líkamsrækt nema fyrir andlega erfiðleika. Ég hef kynnt mér starfsemi þeirra og teldi að ef við hefum einhver kost til að væri mjög gott að styrkja þau, en á sama tíma teldi ég líka mjög gott ef að sveitarfélagið gæti fengið staðið fyrir í samstarfi við Grófina kynningu á þeirra starfsemi og hvað sé í boði hjá þeim og af því að ég held að þetta sé mjög bara gagnleg starf sem er þarna unnið, sérstaklega í þessum málefnum þar sem að getur verið bara mjög hár kostnaður við að leita sér andlegrar aðstoðar og ég held að þessi nálgun getur verið mjög gagnleg. Þannig að draga saman, getum við ekki reynt að styrkja þau aðeins og óska jafnframt eftir því að þau komi og haldi kynningu á svæðinu það fyrir hvaða starfsemi sé í boði. Jóna Björg hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Með leyfi varaoddvita, ég vil taka undir með Jóni Björgu, þetta er mjög þarft verkefni og ef að lagt hefur verið til að við
reynum að styrkja. Það var nú ekki, ég held að sé nú örlítill afgangur eftir af þeim, við reiknum með að verði þarna afgangur eftir af þeim lykli þar sem var áætlað fyrir samskonar styrkjum, og við myndum þá leggja til að styrkurinn myndi nema 150.000 krónum. En ég vil sérstaklega taka undir að við skulum leita eftir einmitt því að fá kynningu frá þeim. Þetta sé bara mjög þarft og myndi falla vel undir skilgreininguna á heilsueflandi samfélagi. Þannig að þeir sem geta samþykkt styrk að upphæð 150.000 krónur sem að teknar verða af lið 02810, vinsamlega gefið það merki. Það samþykkt samhljóða. Nú, 4. liður á dagskrá í dag. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Aksturs íþróttafélagi Mývatnssveitar, þar sem óskað er eftir samþykki sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar til að halda snowcross keppni í landi Reykjahlíðar í samræmi við 3. grein reglugerðar nr. 507/2007. Keppnishaldari er Aksturs íþróttafélag Mývatnssveitar og er keppnin hluti af vetrarhátíðinni við Mývatn. Fyrir liggur skriflegt samþykki landeiganda. Og orðið er laust. Ef einhver vil taka til máls undir þessum lið. Og svo er ekki. Og þeir sem að geta samþykkt það að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við umbeðið leyfi, enda liggi fyrir samþykki landeiganda, vinsamlega gefið merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 5. liður á dagskránni, það er uppsögn skólastjóra í Reykjahlíðarskóla. Fyrir sveitarstjórn liggur uppsögn skólastjóra Reykjahlíðarskóla, Hjördísar Albertsdóttur, frá og með 1. ágúst næstkomandi. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Og svo er ekki. Já, með leyfi varaoddvita, og þá er þetta nú afskaplega leiðilegt í raun og veru, því að það hefur gengið virkilega vel að eftir því sem að sveitarstjórn best veit. En svona er lífið, að fólk kemur og fer, og ég legg til að sveitarstjórn þakki Hjördísi fyrir vel unnin störf í þágu sveitarfélagsins og óski henni velfarnaðar á nýjum vettvangi. Einnig að sveitarstjórn feli sveitarstjóra og sviðsstjóra fjölskyldusviðs að auglýsa stöðu skólastjóra við Reykjahlíðarskóla lausa til umsóknar. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega gefið merki og því að gefa það. Það er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá í dag er húsnæðisáætlun Þingeyjarsveitar 2025. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að húsnæðisáætlun 2025 og það er Ragnheiður Jónas sem ætlar að fara yfir tilganginn og hlutverk húsnæðisáætlunar. Gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarmenn. Hér liggur fyrir sveitarstjórn húsnæðisáætlun Þingeyjarsveitar 2025. Húsnæðisáætlunum er ætlað að draga fram mynd af því hver staða húsnæðismála er í hverju sveitarfélagi fyrir sig, greina framboð og eftirspurn eftir margvíslegum húsnæðisformum og setja fram áætlun hvernig sveitarfélagi ætlar að mæta húsnæðisþörf heimila, bæði til skemmri og lengri tíma. Við gerð húsnæðisáætlunar sett fram mannfjöldaspá, lágspá, miðspá og háspá. Og síðan 2 árum hefur íbúaþróun í Þingeyjarsveit farið fram úr háspá húsnæðisáætlunar. Skemmst er frá því að segja að talsverð uppsöfnuð íbúaþörf er í sveitarfélaginu og því er mikilvægt að halda áfram að stuðla að uppbyggingu íbúða. Ef við lítum á miðspána fyrir árið 2025 þá er íbúaþörfin 11 íbúðir. Sveitarfélagið þarf líka að fara að huga að lóðamálum þar sem þeim fer fækkandi, sér í lagi í Reykjahlíð og á Laugum. Ef litið er til íbúðaþarfar þá þarf að fara af stað deiliskipulagsvinna á þessum stöðum og í framhaldi gatnagerð til að hafa tilbúna lóðir til úthlutunar í samræmi við þörf.
Einnig þarf að tryggja byggingarhæfa lóðir í Víðigerði, Aðaldal og á Stórtjörnum. Einnig einkaaðilar að selja lóðir og í nýju aðalskipulagi gert ráð fyrir nýjum byggingarreitum víða sveitarfélagið. Því ætti að vera hægt að tryggja nægt lóðaframboð til lengri tíma. Húsnæðisáætlunin segir okkur það að mikilvægt að halda áfram að vinna að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu til að halda við íbúðaþörf sem nú þegar mikil og talsverð mikil uppsöfnun þar á. Takk fyrir. Já, við þökkum Ragnheiði Jónu og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Jú. Knútur hér svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Húsnæðisáætlun er verkfæri sem er notað til að ná utan um einhverja stöðu. Ég ætla ekki endilega að taka afstöðu til þess hvort að sveitarstjóri hliðir í hennar niðurstöðum til þess að geta sýnt fram á aukin framgang í sveitarfélaginu. En það er vissulega ánægjuefni og tölum að sýna það okkur að fjölga. og það er vaxandi þörf og hún nefndi komin á í aðalskipulaginu þetta sem við tókum jákvætt í, þar að segja að opna á fleiri staði sem hægt er að skipuleggja íbúðarreiti. Og þetta er þannig að Þingeyjarsveit á ekki land til að skipuleggja. En til að koma til mótsvið sem flesta var opnað á þessa minni íbúðarreiti, vítt og breitt. Hver veit nema Ragnheiður geti komið staði hér ári og bara sér að brjóst fyrir ennþá meiri fjölgun. Já, Knútur hefur lokið máli sínum. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Og svo er ekki. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með jákvæða íbúðaþróun síðastliðið ár og leggur áherslu á áframhaldandi íbúðauppbyggingu í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn samþykkir framlagða húsnæðisáætlun og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að birta hana á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skifið merki með því réttu pönd. Samþykkt samhljóða. Og þá er það dagskrárliður númer 7 og það varðar byggðaráð. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Eyþóri Kára Ingólfssyni fyrir hönd minnihluta þar sem óskað er eftir að gerð verði breyting á samþykkt stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar þar sem felldur yrði niður 5. kafli byggðaráð. Jafnframt gerð sú breyting að sveitarstjórn fundi að minnstakosti 2 í mánuði og orðið er laust. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk. Við höfum aðeins verið að tala byggðaráð á þessu kjörtímabili og hvernig það sé að fungera sem tæki í stjórnsýslu sveitarfélagsins og ég er nú bara þeirrar skoðunar að það væri heppilegra fyrir sveitarfélagi, fyrir stjórnsýslu sveitarfélagsins og ákvarðanatöku að við værum ekki með byggðaráð, heldur værum við með 2 sveitarstjórnarfundi í mánuði þar sem að öll sveitarstjórn kemur saman og ræðir málin. Mér finnst við vera að fjalla of mörg mál á þessum sveitarstjórnarfundum sem eru haldnir. Í dag eru 31 mál á dagskrá og þar eru örugglega, ég held, 30 undirmál undir nefndum og byggðaráðsfundum. Þetta er mikil yfirferð að fá gögnin 2 sólarhringum fyrir fund og maður þarf að kynna sér öll gögn með öllum málum og þetta er, ég hugsa að við fengjum betri niðurstöðu í mál ef að við funduðum 2 í mánuði og þá getum við fengið dýpri umræðu þau mál sem að liggja fyrir þeim fundi á hverjum sinni og þess vegna er tillagan mín að við breytum samþykktum stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar þar sem við myndum fella niður 5. kaflan sem fjallar byggðaráð og þá í staðinn myndi sveitarstjórn funda 2 í mánuði þó að það
sem sagt kom ekki fram í þessari samþykkt. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Árni Pétur hefur kveðið sér hljóðs, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Ég skil alveg hvaðan Eyþór að koma með þetta. Þetta vissulega þannig að þetta eru mörg mál sem þarf að undirbúa sig fyrir hvern fund. En hins vegar tvennt sem þarf að athuga í þessu máli og það það að við sveitarstjórnarfólk, við náttúrulega fáum alltaf fundarboð frá byggðarráði þar sem við fáum alla málaskrána og öll fylgigögn með. Þannig að það ekki bara þessi 2 sólarhringar sem við höfum til þess að undirbúa okkur, heldur höfum við þetta lengri tíma vegna þess að öll málefni byggðarráðs við fáum þau líka. Nú ekki langt eftir að kjörtímabilinu heldur, þannig að við þurfum að hugsa það líka bara hvernig við náum sem mestu út úr stjórnsýslunni og sem mestu í framkvæmdum af því sem eftir lifir á kjörtímabilinu. Þannig að ég held að það væri misráðið að fara í breytingar þegar svo skammt lifir eftir á kjörtímabili. Heldur eigi menn að halda kúrs. Þetta að virka ágætlega að mínu mati og stjórnsýslan farin að virka sæmilega og það farin að ýtast áfram mál, þannig að ég held að væri óheppilegt að breyta kúrs á þessum tímapunkti. Ég held að þetta sé frekar eitthvað sem menn leggja upp með bara fyrir næstu kosningar, hvernig menn vilja haga þegar menn fara að huga því að bjóða sig fram aftur. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Haraldur var þetta í undan, gerðu svo vel Haraldur. Já, fundarstjóri, góði fundarmenn. Ég ætla bara að minna á það að þegar við tókum upp byggðarráð það var það vegna ákveðna aðstæðna sem voru hér hjá okkur á skrifstofunni. Við vorum undirmönnuð og þetta var svona ákall það að reyna að leysa ákveðin vanda sem var hér á skrifstofunni. Og nú tel ég að við séum komin á þann stað sem við ætlum að vera áfram með það. Eins og við ræddum fyrir nærri ári síðan, þá var talað það að við skildum taka stöðuna aftur í febrúar. Þannig að þess vegna þessi tillaga komið fram, en við teljum að þetta sé orðið tímabært núna að skipta aftur í það form sem við vorum í þegar við hófum þetta kjörtímabil. Takk. Já, Haraldur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Nú gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórnarfólk. Þetta alveg rétt að byggðarráð eitt verkfærið. Mér hefur samt og alltaf þurfum við að vera að leita lausna og vera að umbóta drifin. En ég verð að segja mína skoðun varðandi þetta, þó ég hafi haft vantrú á byggðarráði framan af og svona akkurat upplifa þetta svona svipað kannski. En þá hefur byggðarráð núna vaxið í hlutverki sínu á síðustu misserum og akkurat verið kannski svo framkvæmda nefnd sem á að fylgja eftir framkvæmda áætlun og fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Og svona ég tek nú undir það að það sé ekki vert að hræna í því að svo stöddu, því við þurfum að hugsa þetta þannig að við erum að klára núna framkvæmda áætlanir fyrir þetta ár og svo að samaskapi þurfum við líka að klára fjárfesting og framkvæmda áætlanir fyrir árið þar og eftir, þó það séu kosningar að vori. Við þurfum að skilja sveitarfélagið þannig eftir í febrúar á næsta ári að það sé klárt fram á haust, svo menn lendi ekki í remmingum. Takk. Nú hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Með leyfi var oddvita, kæra sveitarstjórnarfólk. Ég vil svona taka aðeins saman bara mitt álit og mína skoðanir á því sem að kannski hefur mikið til komið fram. En jú, ástæðurnar voru til staðar þegar að byggðarráð var sett á laggirnar þarna á sínu tíma, að þá var talið að verkefna
staðan væri þannig að þetta væri nauðsynlegt sveitarstjóra til halds og trausts og svona sem, eins og ég segi, þess að kemur fram í sveitarstjórnarlögunum að byggðarráð nokkurs konar framkvæmdastjórn sveitarfélagsins og hefur þar ákveðnu eftirlitshlutverki að gegna. Síðan erum við komin 2 árum síðar að erum við á þeim stað að verkefnunum, þó að sko gríðarlega margt hafi ávinnist. Ég vil bara undirstrika það, gríðarlega margt. Og af þeim verkefnum sem að bara voru nauðsynleg að fara í kjölfar sameiningar. Ég ekki að tala um þessi hefðbundnu verkefni sem öll sveitarfélag standa frammi fyrir og eru þó ærin. Heldur stóðum við frammi fyrir því að við vorum með glænýja kennitölu, nýtt sveitarfélag sem að átti eftir að í rauninni ákveða hvernig það vildi vera. Og það felst í því að náttúrulega að vinna stefnur og reglur upp á nýtt sem að náttúrulega stuðst við það sem að gömlu sveitarfélögin höfðu yfir ráða. En allavega þetta gríðarlegt verkefni og við erum ennþá í því verkefni. En mitt markmið, og þar vil ég sérstaklega taka undir með Knúti, hann sagði það ekki sama hvernig við skiljum við. Og þá ég fyrst og fremst að hugsa að mér finnst það algjörlega óverjandi að það sé verið að hver sveitarstjórn þurfi að byrja á því að reyna að finna upp hjólið og reyna að finna upp hvernig hafa þessi hlutir verið gerðir og svo framvegis. Mitt motto að við skiljum það vel við að það getur hver sem tekið við að loknu þessu kjörtímabili án þess að þurfa að í rauninni að fara að grafast fyrir alla hluti. Og þar til dæmis skjalakerfið og öll sú vinna sem hefur verið lögð í það að skjala eins og á að skjala og þannig að það sé eðlilega bara auðvelt að leita eftir upplýsingum gangmála, stöðu verkefna, að það þurfi ekki verið að grafa, leita í möppum hér og þar í þessum skáp eða þessu húsi eða hinu húsinu. Bara markmið okkar við eigum ekki að vera að eyða almanna fjármunum á hverju upphafi hvers kjörtímabils við það að finna upp hjólið. Þannig að ég tel að þetta skipta gríðarlega miklu máli og þarna hefur byggðarráð mjög stóru hlutverki að gegna í öllum þessum svona samræmingar og sameiningarverkefnum eins og hefur komið í ljós. Fyrir utan öllum náttúrulega framkvæmda verkefnunum, ég held að Ragnheiður Jón hafi tekið fram í sinni yfirferð hér í upphafi að framkvæmda verkefnin væru 300, bæði stór og smá, þetta eru mörg þeirra minniháttar en það þarf að fylgja þessum hlutum eftir. Sveitarstjórn búin að taka ákvörðun þessi verkefni og búin að taka frá fjármuni í þessi verkefni og það þarf að fylgja því eftir að þau verði unnin. Varðandi ákvarðanatökuna sem hefur líka verið komið inn á hérna, mín skoðun sú að ef eitthvað er ákvarðanatakan betri vegna þess að það fá allir sveitarstjórnarfulltrúar fundarboð byggðarráðsfundi. Þar með fá allir öll gögnin sem að byggðarráð fær til þess að undirbúa sinn fund. Þar með hafa allir sveitarstjórnarmenn tækifæri til þess að ræða saman, setja sig í samband við þá aðila, hvort sem þeir í meirihluta eða minnihluta sem sitja í byggðarráði og koma með sína skoðun, ræða hvernig viðkomandi mál verður sett fram og mögulega afgreitt. Í annan stað höfum við 2 vikur fram að, eða jafnvel 4 vikur, frá því að mál lagt fyrir byggðarráð og afgreitt þar og fram að sveitarstjórnarfundi. Á sveitarstjórnarfundi hinn endanlega ákvörðun tekin. Við höfum líka tækifæri á sveitarstjórnarfundinum að taka þá ákvörðun að ákvörðun byggðarráðs skuli felld úr gildi og breyta ákvörðun byggðarráðs. En með einmitt þessu að hafa þetta góðan tíma til þess að kynna sér málin og ræða saman fyrir fundi, að þá að mínum mati hefur ekki komið upp svo þörf og ég tel að þetta samspil hafi gengið afskaplega vel. Síðan líka eins og hefur komið fram hérna, það ekki nema 14 mánuðir eftir þessu kjörtímabili. Við vitum að allar breytingar á samþykktum sveitarfélagsins þurfa að fara 2 umferðir í sveitarstjórn sem myndi þýða það
að síðari umræðan væri þá í lok apríl og þá eiga samþykktirnar eftir að sendast til ráðuneytisins til samþykktar, þannig að þessi breyting, ef hún er í gerð, hún myndi aldrei taka gildi fyrir í haust, bara formsatriðana vegna. Þá er ennþá styttra í næstu kosningar og ég vil taka undir með Árna Pétri að ég vil leggja til að við bara höldum áfram þeim kúrs sem að við erum á. Ég tel okkur vera á góðum kúrs, það hefur gríðarlega mikið ávinnist og að þeir sem að vonandi verða sem flestir hér sem að ákveða að bjóða sig fram aftur, að því sveitarfélagi virkilega þarf að halda fólki sem hefur þekkingu og reynslu á málefnum þess, að þá gæti þetta verið eitt af kosningamálum á næsta ári. Takk. Og að því sagðu, hérna eru fleiri sem að vilja taka til máls. Eyþór. Oddviti, ég þakka fyrir að þú viljir að ég bjóða mig fram aftur til sveitstjórnar. En hérna, að öllu gamli sleppti að þá finnst mér þetta vera óþarfa hægagangur í sveitastjórninni og þú talar það að við myndum breyta samþykktum og þá er það lögð til önnur umræða í apríl og við tökum kannski ekki upp nýjar samþykktir fyrir en í haust. Mér finnst þetta vera mjög sterk rök gegn byggðaráði og gegn því að við fundum bara einu sinni í mánuði. Það núna eftir 14 mánuðir á kjörtímabilinu og það eru kannski 12 sveitarstjórnarfundir eftir ef við höldum ekki aukafundi. Mér finnst það vera svolítið skrítið í svona sveitarfélagi af þessari stærð. Að sveitarstjórnin kom ekki saman oftar og ræði málefnin. En hvað það? Tillagan liggur fyrir og ég bara vona að við getum samþykkt hana. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki, þá skulum við ganga til atkvæða tillöguna sem að þar sem óskað eftir því að breyting verði gerð á samþykkt stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar þar sem felldur verði niður 5. kafli byggðaráð. Jafnframt verði gerð sú breyting að sveitarstjórn fundi að minnsta kosti 2 í mánuði. Þeir sem geta samþykkt tillöguna vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt með atkvæðum Haraldar, Halldórs og Eyþórs. Þeir sem að hafna tillögunni vinsamlegast gefið merki og hún er, henni er hafnað með atkvæðum Knúts, Árna Péturs, Jónu Bjargar, Ragnhildar, Úllu og Gerðar. 8. liður á dagskrá í dag, það er erindisbréf skipulagsnefndar. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að breytingum á erindisbréfi skipulagsnefndar og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti, hérna erum við að taka fyrir 3 erindisbréf í dag þar sem er að gera mismikla breytingar. Í skipulagsnefnd er verið að færa umferðaröryggismál inn í skipulagsnefnd. Ég fagna því bara, það er léttast hjá skipulagsnefnd, klárum aðalskipulagi svona með hinni, en hérna ég bara eins og hefur komið fram í tillögubókun þá sem sagt að lagt til að sveitarstjórn samþykki, en ég legg líka jafnframt til að eins og hefur komið fram að þessi áform verði kynnt í skipulagsnefnd. Og hérna ég held að það sé bara ágætt. Ég hef allan að sakna þess einhvern veginn síðasta kjörtímabil. Þá var ég í skipulagsnefnd og vildi fara að skipulagsnefnd myndi sjá hugsin umferðaröryggismál í sveitarfélaginu, þá myndi sjá að þetta væri ekki okkar nefnd, þannig að þetta horfir til betri vegar. Já, Jóna Björg hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi
Það er sveitarstjórn samþykki drög að breytingum á erindisbréfi skipulagsnefndar og vísar því til kynningar í skipulagsnefnd. Jafnframt velur sveitarstjórn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að birta erindisbréfið á heimasíðu sveitarfélagsins. Vissulega gefið merki þeir sem að samþykkja. Það er samþykkt samhljóða. Liður númer 9 er erindisbréf umhverfisnefndar og þar liggja fyrir drög að breytingum á erindisbréfi umhverfisnefndar og orðið er laust. Árni Pétur, gjör svo vel. Já, oddviti á að geta setjast undir fólk. Þessi breyting, hún snýr kannski fyrst og fremst að því að nú er búið að leggja niður héraðsnefndina. Þannig að núna erum við að fá hvað heitir það, náttúruverndina, já, inn til okkar. Og ég geri bara líkt og Jóna, ég fagna öllum verkefnum sem til okkar þetta. Það er bara, tökum því fagnandi. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Og svo er ekki. Með leyfi var oddvita þá er einmitt vegna þess að þetta breytingin hjá umhverfisnefnd er töluvert mikið meiri heldur en hinna nefndana tveggja, þar sem er verið að færa verkefni bara á milli nefnda. Þarna er að koma inn algjörlega nýtt verkefni eins og Árni Pétur kom inn á, sem er verkefni náttúruverndarnefndar Þingeyinga og þess vegna vill sveitarstjórn vísa erindisbréfinu til umhverfisnefndar til umsagnar og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 10. liður og það er erindisbréf atvinnu- og nýsköpunarnefndar og það er sem sagt nefndin sem að hafði umferðaröryggismálin á sinni könnu og það liggja þá fyrir sveitarstjórn drög að breytingum á erindisbréfi nefndarinnar vegna þess að það er verið að færa umferðaröryggismálin yfir í skipulagsnefnd. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls hér. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Og þá er lagt til að sveitarstjórn samþykki drög að breytingum á erindisbréfi atvinnu- og nýsköpunarnefndar og vísi því til kynningar í atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Jafnframt felur sveitarstjórn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu að birta það á heimasíðu sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að 11. dagskrárlið í dag. Og það eru siðareglur starfsfólks Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að siðareglum starfsmanna Þingeyjarsveitar. Og orðið er laust. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Takk, oddviti. Ég ætla nú bara að fagna því að það séu komin drög að siðareglum af því að siðareglur eru ekki alltaf eitthvað slæmt tól eins og sumir kannski halda því að þetta er mjög mikilvægt fyrir starfsfólk til þess að hafa, þetta er mikilvægt verkfæri til þess að hafa ef að fólk lendir í aðstæðum sem maður kannski bara veit ekki hvernig að snúa sér í. Þá er gott að hafa siðareglur til þess að leita í. Og það er líka annað sem að verður þegar að vera að gera siðareglur búa til, þá verða alls konar umræður til, verða að velta við steinum hitt og þetta og það er líka mjög jákvætt fyrir hvern vinnustað. Þannig að mér finnst bara gott að hér liggi fyrir drög að siðareglum. Já, Ragnhildur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá skulum við ganga til atkvæða þessar nýju reglur og ég lesir upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að siðareglum starfsfólks Þingeyjarsveitar og felur sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að kynna reglurnar fyrir starfsmönnum og birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun er sannlega gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða.
þá komum við að lið nummer 12 sem húsnæðiskönnun 2025 sem að við hefðum kannski átt að taka í beinu framhaldi af húsnæðisáætluninni. En fyrir sveitarstjórn liggja niðurstöður rafrænnar húsnæðiskönnunar sem framfór dagana 31. janúar til 20. febrúar síðastliðinn. Og það er Ragnheiður Jóna sem ætlar að fara yfir málið með okkur. Takk oddviti. En eins og kom fram í máli oddvita þá setti Þingeyjarsveita í loki janúar af stað könnun húsnæðismál í sveitafélaginu og könnuninni er ætlað að vera hluti af markvissustarfi sveitafélagsins við að greina stöðuna á húsnæðismarkaði og vinna að raunhæfum lausnum til að mæta þörfum íbúa. Könnunin var framkvæmd af Þingeyjarsveit með aðstoð þekkingarnets Þingeyinga og er henni ætlað að gefa okkur vísbendingar stöðuna á húsnæðismarkaðnum. Könnunin var öllum opin á heimasíðu sveitafélagsins og þáttaka var góð og tóku 204 aðilar þátt í könnuninni sem var aðgengileg bæði á íslensku og ensku. Í könnunni kom meðal annars fram að 32% svarenda hyggst breyta búsetuhögum sínum á næstu 2 árum og af þeim eru 35% sem hyggjast flytja í stærra húsnæði en 9% hyggjast minnka við sig. Flestir þeirra sem hyggjast breyta búsetuhögum á næstu 2 árum vilja setja sig niður í Reykjadal, Aðaldal, Kinn eða Útkinn eða 52% og 39% íbúa vilja búa í Mývatnssveit. Flestir þeirra að sækjast eftir 3 til 4 herbergja íbúðum. Fjölmargt annað kom fram í könnuninni sem liggur hér fyrir sveitarstjórn og hún getur kynnt sér og var þessari könnun ætlað að vera leiðbeinandi við næstu ákvarðanir sveitarstjórnar hvað varðar húsnæðisuppbyggingu í sveitarfélaginu. Og ég vil þakka þeim sem tóku þátt því það skiptir miklu máli að undirbyggja vel næstu skref og þessi könnun mun styðja okkur í áframhaldandi samtali við byggingaraðila og samstarfi leigufélög og í samskiptum mínum við þessa aðila að þá hafa þeir verið að bíða eftir niðurstöðu þessara kannanar til að sjá hvar þeir munu beina spjótum sínum af næst varðandi uppbyggingu. Takk fyrir. Já, Ragnheiður Jóna hefur lokið máli sínu. Nú er orðið laust. Haraldur, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágætu fundarmenn. Þetta er mörgu leyti merkileg könnun, þó að 204 séu náttúrulega kannski 20% af kosningabærum íbúum, en það er sama. Hún gefur vísbendingur það sem að ég hjó eftir eða tók eftir var eins og Ragnheiður Jóna sagði að 32% hyggjast breyta búsetuhögum sínum á næstu 2 árum en af þeim eru 38% sem ætla að flytja hjá sveitafélaginu. Ég myndi halda að það væri svona smá áhyggjuefni, þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna að halda okkar ágæta sveitafélagi meira á lofti, þannig að menn vilja ekki flytja úr sveitafélaginu. Þetta var svona bara eitt sem ég tók eftir, mér fannst þetta aldrei hátt hlutfall. Takk. Já, Haraldur hefur lokið máli sínu. Með leyfi varaoddvita að það er alveg rétt sem fram kemur hjá Haraldi að ég hrökkviði líka þegar ég sá þetta 38% sem að hyggjast flytja úr sveitafélaginu. En svona þegar að betur að skoða að þá voru frekar fáir, ég man ekki hvort það var ekki með 35% sem svöruðu þessari spurningu. Þannig að sko hlutfallið 38% af þeim fjölda sem svaraði er 20 manns, en það er samt allt og hátt. Og þetta er alveg eitthvað sem við þurfum virkilega að horfa til og ég vona svo sannarlega að þetta sé bara að menn hafi þetta bara verið einhver mánudagur þarna í þessum sem svöruðu svona. En nei, þetta er eitthvað sem við þurfum að taka tillit til. Og auðvitað er svona könnun, þetta er bara til þess að gefa okkur vísbendingar. Og við gerum okkur alveg grein fyrir því að þetta er 20% af, eins og Haraldur sagði, af kosningabærum aðilum hér í sveitafélaginu.
og þetta er ekki eitthvað sem er endanlegt, en þetta gefur okkur vísbendingar það hvernig við stígum næstu skref. Það má leiða líkum að því að við getum nýtt okkur þessa niðurstöður til þess að bara undirbyggja okkar ákvarðanir í húsnæðismálum en það betur. Takk. Orðið er laust og Eyþór hefur hvatt til hljóðs, gjörðu svo vel. Oddviti, þetta er mikið áhyggjuefni að svona margir vilji flytja úr sveitarfélaginu, en auðvitað er þetta eitthvað sem að annarkvort við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af eða við þurfum að rýna betur. Það eru 25 sem að svara þessari könnun sem að segjast plana á það, stefna að því að flytja úr sveitarfélaginu á næstu 2 árum eða ekki. 25, það er ekkert mjög margir þegar við horfum á svarhlutfall könnunarinnar, og þá velti ég fyrir mér sko, eru þetta það voru einhverjir sem svöruðu þessari könnun sem voru hótelstarfsfólk og jafnvel nemendur í framhaldsskóla, þannig ég velti fyrir mér hvort að það sé hægt að sjá svör við þessari könnun betur skilgreind, þar að segja þannig að við sjáum hvernig fólkið sem að svaraði þessari spurningu, hvernig það svaraði öðrum spurningum. Ég veit ekki hvernig þessi könnun var framkvæmd, en það er eitthvað sem að væri áhugavert að sjá sérstaklega í samhengi við þessa spurningu. Hverjir eru það sem að vilja flytja úr sveitarfélaginu? Eru það þeir sem ætla að fara í stærra húsnæði, eða eru þetta allt nemendur í framhaldsskólanum? Þannig að ég er svona veltið fyrir mig hvort að þetta sé einhver möguleiki að fá þessar upplýsingar út úr niðurstöðu könnunar. Kannski er það ekki hægt. Ég veit ekki hvernig hún var framkvæmd. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Jóna Björg, gjör svo vel. Já, oddviti. Nú ef ég skil Eyþór rétt, þá óskar hann hér með eftir að þeir sem að svöruðu þessu gefi sig vinsalegast fram og segja okkur hvað sé í gangi. Nei, en ég er að gera grín. Ég er en ég tel samt alveg fulla ástæðu til þess að taka þessa könnu sem hún getur alveg verið gaggluð þótt að svarhlutfallið sé svona, þú veist, kannski hefði alveg mátt verið meira, en ég held að sé mikilvægt að taka þessu könnun og túlka hana svolítið. Það sem við erum komið með núna eru niðurstöðurnar og það verður gaman að fá kannski aðeins dýpri greiningar hvort það sé einhver svona trend, hvort það sé ákveðin aldurshópur sem er ósáttari eða og þú veist, og ég tel að þetta sé bara svona eitt tæki, en að því að við erum líka náttúrulega bara út í sveitunum að tala við fólk og við heyrum alveg, þú veist, hvar er vilji til þess að gera hluti, hvar er eftirspurn, og við sjáum þetta líka bara þegar kemur á því að það kemur eitthvað húsnæði og er á lausu, það er auglýst húsnæði til leigu, við sjáum alveg hvernig viðbrögðin eru, við finnum það líka sem stjórnvald og sem stofnunin að hvernig það gengur fyrir okkur að ráða starfsfólk inn í stofnunum sveitarfélagsins. Það hefur verið bara mikil valdið okkur töluverður vandræðum við að manna ýmsa stöðu bara upp á að geta skaffað húsnæði. Þannig að það eru ýmis teikn sem að geta aðstoða okkur, og eitt af þessu er húsnæðiskönnun, en það væri gaman hvort að, ég man ekki, hvort við leggjum þetta fyrir árlega, en ef við gerum það ekki þá ættum við að gera það og til þess að reyna að fá áfram hvernig þessi þróun er. Því, til dæmis ef það er að fjölga þeim sem vilja flytja, þá þurfum við eitthvað að gera í því. Jóna Björg hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Með leyfi varaoddvita örlítið svona lokum. Eigum við þá ekki líka að reyna að fá skýringu á allir þessi fólki sem hefur verið að flytja, ástæðan þess að það hefur verið að flytja í sveitarfélagi undanfarin ár. Ég hef ekki áhyggjur, það er alveg þannig. Við vitum að það er fjöldinn allur af fólki sem vinnur hér í ferðaþjónustu skemmri tíma. Við vitum að við erum með 100 nemendur hér í framhaldsskóla sem að stór hluti þeirra fer alfarið í vor þegar hann útskrifast og svo framvegis. Þetta er ekki áhyggjuefni í mínum huga, frekar en annað í þessari könnun. En auðvitað horfum það bara til þess og ég held að það sé rétt að þetta sé 2,5% af kostningabærum íbúum. Þannig að, eins og segi, þetta er
Þetta er minna heldur en íbúafjölgunin hefur verið sum árin. Þannig að við skulum alveg anda rólega. Takk fyrir það. Og það var ekki fleiri sem að hafa óskað þess að taka til máls. Og húsnæðiskönnunin er lögð hér fram til kynningar og ég vil benda á það þeim sem að það kom hér fram að einhverjar spurningar, að það kom fram í tölvupósti frá sveitastjóra að ef að fólk vildi fá nánari gögn til þess að geta greint niðurstöðuna betur, því þetta barst okkur náttúrulega bara í gær með stuttum fyrirvara, að þá bendi sveitastjóri á að það mætti að sjálfsögðu hafa samband við hana til að fá frekari gögn til að vinna með. Takk. Nú, þá Eyþór hefur óskað eftir að fá að taka til máls í annað sinn. Oddviti, ég vil þakka fyrir þessa ábendingu. Ég var ekki búinn að sjá þetta, að ég geti óskað eftir frekari gögnum og það væri gaman að fá að sjá þessi hráu niðurstöðu gögn og hvort að þar sé eitthvað. Já, ég bara sendi póst, þú átt vona pósti frá mér. Það væri bara, afsakaði, sletti gaman ef það væri hægt að sjá cross-reference af niðurstöðum spurninga. En auðvitað er þetta eins og kannanir sem eru gerðar á vefsíðum Bylgjunnar. Það er ekki þverskurður af íbúum landsins sem að svara þeim heldur. Ákveðin hópur kannski. Þannig að ég bara þakka fyrir þessa ábendingu. Já, Eyþór hefur vakið máli sínu og það eru ekki fleiri sýnist mér sem að kveða sér hljóðs. Þannig að húsnæðiskönnunin hefur verið lögð hér fram til kynningar. Og það er liður númer 13. Það er áform friðlýsingu hraunhellis við jarðböðin í Mývatnssveit. Fyrir sveitarstjórn liggur bréf frá Náttúruverndarstofnun þar sem áform friðlýsingu hraunhellis við jarðböðin í Mývatnssveit eru kynnt og sveitarstjórn er boðið að skila inn athugasemdum við fyrrnefnd friðlýsingar áform. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 19. mars næstkomandi. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Og það er enginn sem að vill taka til máls. Og þá er lagt til að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við friðlýsingar áform hraunhellis við jarðböðin í Mývatnssveit og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að svara erindinu. Og þeir sem geta samþykkt þá bókun vissulega skefið merki með því réttu bönd. Og það er samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá í dag, það er liðurinn sem að er tekin fyrir með afbrigðum, breytingar á sveitarstjórnarlögum, mat á fjárhagslegum áhrifum á sveitarfélög. Innviðaráðuneyti vekur athygli á því að opið samráð stendur nú yfir frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga vegna mats á fjárhagslegum áhrifum frumvarpa, stjórnvaldsfyrirmæla eða annarra stefnumarkandi ákvarðana af hálfu ríkisins á sveitarfélög. Frumvarpið byggir á tillögum starfshóps innviðaráðherra sem var falið að skilgreina feril kostnaðarmats í þeim tilgangi að tryggja sátt matið og fjármögnun viðkomandi verkefna og að gætt yrði þess að mat á fjárhagsáhrifum feli ávallt í sér skýrar þjónustukröfur og fullnægjandi upplýsingar fjármögnun. Og orðið er laust. Jóna Björg svo vel. Já, takk Oddviti. Ég var náttúrulega bara viðurkenna að ég held einhvern veginn við varum búin að fjalla þetta mál en það gerðum við á fyrri stigum þegar var til samráðs áform breytingu á breytingar á sveitarstjórnarlögum. Hins vegar vil ég bara kannski nýta þetta tækifæri til að fagna þessu breytingum en hins vegar náttúrulega var þetta fyrir í lögum að kostnaðarmeta, þetta bara til þess að skýra það. En ég hef þá bara lagt til að oddvita og sveitarstjóra væri falið að vinna að umsögn. Það er til dæmis mjög góð umsögn og að drög held ég nákvæmlega sama mál sem er ekki held ég áformin inn í fundagerð stjórnar SSNE þar sem er bara verið að hnykkja þessu sama. Þannig að ég bara
styð þetta. Jóna Björg hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls í Knútur kjörsunar? Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta var því besta mál sjálfsér. Ég ætla aðeins að samt að tala út frá þessu og kannski til að vekja athygli á sem sagt fólks, og ég er að misnota fyrir aðstöðu mína í útsendingunni, að samráðsgáttinn, skipulagsgáttinn, skipulagsvefsjá og allt þetta aðgengi sem er orðið að þessum hlutum. Það er bara með ólíkindum og ég reikna með að skipulagsnefndarformaður muni hætta að lesa orðrétt upp úr bókunum af því það er hreinlega hægt að sækja mikið að þessu, meðal annars í skipulagsgáttina þar sem allar okkar grenndarkynningar eru til dæmis komnar. Þetta er bara mjög ánægjuleg þróun en ég tek undir þetta að við skulum skila mjög jákvæðri umsókn varðandi þessa lagabreytingu. Þarna er inni ákvæði aðkomu sveitarfélaga að við getum óskað eftir. Það er ekki nóg að ríki dæmi sjálft hvort að lög kalli á þessa greiningu. Við getum óskað eftir því sjálf. Þannig að þetta er bara mjög jákvætt. Takk. Og Knútur hefur lokið máli sínu og eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Og það var lagt til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra og oddvita sendi inn umsögn sé tilefni til. Og þessi geta samþykkt að vissalegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 15. liður á dagskránni í dag, það er fundargerð íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar þingaða sveitar. Það er fundur númer 23 og það er fundargerðin í 8 liðum. Það eru liði númer 2, 6, 7 og 8 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og ég óska eftir því að Eyþór nefndarmaður fari yfir fundargerðina fyrir okkur. Oddviti á 23. fundi íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar 11. febrúar voru 8 mál. Fyrsta mál á dagskrá var erindi frá FÍ-æt áfengisneyslu á íþróttaviðburðum, það er að segja félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa. Þeir sendu áskorun til sveitarfélaga vegna áfengisneyslu á íþróttaviðburðum og nefndin þakkaði erindið og tekur heils hugar undir með félaginu, en nefndin veit ekki til þess að þetta sé vandamál í sveitarfélaginu. Áfengisneysla er bönnuð í íþróttahúsum sveitarfélagsins, en það væri áhugavert að vita ef að þetta er vandamál einhvers staðar. Næsti liður á dagskrá var heilsueflandi samfélag, reglur samstarfsverkefni, þar sem við tókum fyrir drög að reglum samstarfsverkefni sem falla undir lýðheilsuverkefnið heilsueflandi samfélag. Og íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd samþykkti sér drögin með áorðnum breytingum. Næsta mál á dagskrá voru reglur frístundastyrk og það barst sem sagt umsókn sem að var óljóst hvort að fjalli undir reglur þingaðar sveitar frístundastyrkina, en það var sótt styrk vegna ökunáms. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að ökunám fjalli ekki undir frístundastyrk, enda er styrkurinn hugsaður til að ýta undir þátttöku barna og ungmenna í reglulegu íþrótta- og tómstundastarfi, sem og tónlistanámi. Og þar telur nefndin að ökunám falli ekki undir. Næsta mál á dagskrá var stefna þingaðasveitar, lögð fram til kynningar og nefndin fagnaði því að sveitarfélagið sé komið með stefnu fyrir sameinað sveitarfélag. Næsta mál á dagskrá var háskólinn á Bifröst, Byggðabragur, verkfærakista fyrir sveitarfélög, boðum þátttöku. Það var lagt til kynningar
upplýsingablað fyrir verkefnið Byggð og bragur, verkfærakista unga fólksins og ungmennaráði Þingeyjarsveitar hefur verið boðið þáttaka í verkefninu og nefndin þakkaði fyrir kynninguna og fagnaði verkefninu. 7. mál á dagskrá var heilsueflandi samfélag óskum samstarfsverkefni. Snowdogs EHF óskaði eftir samstarfi við Þingeyjarsveit í verkefni í anda heilsueflandi samfélags og þetta var lagt fyrir nefndina og nefndin taldi verkefnið ekki falla undir samfélagsverkefni í anda heilsueflandi samfélags. Hins vegar þetta spennandi verkefni og er möguleiki ef að sveitarstjórn vill eða einhverju nefnd að taka upp á öðrum forsendum. En nefndin taldi þetta ekki falla undir heilsueflandi samfélag. Heilsueflandi dekurdagar í Stórutjarnaskóla var 7. mál á dagskrá og það var erindi frá Maríu Sigurðardóttur vegna heilsueflandi dekurdaga í Stórutjarnaskóla. Nefndin beinir því til sveitarstjórnar að gera samstarfssamning við Maríu Sigurðardóttur heilsueflandi dekurdaga í Stórutjarnaskóla 22. til 23. febrúar næstkomandi. Aðkoma Þingeyjarsveitar fælist í aðkomu að húsaleigu í Stórutjarnaskóla. 8. mál á dagskrá var samfélagsverkefni Maður manns gaman. Þar var erindi frá Önnu Dagbjörtu Andrésdóttur samfélagsverkefnið Maður manns gaman og nefndin beinir því til sveitarstjórnar að gera samstarfssamning við Önnu Dagbjörtu Andrésdóttur samfélagsverkefnið Maður manns gaman í Skjólbrekku. Aðkoma Þingeyjarsveitar fælist í aðkomu að húsaleigu í Skjólbrekku. Fleira var ekki á dagskrá og fundi var slitið. Já, við þakkum Eyþóri fyrir yfirferðina og þá tökum við hér göngu til atkvæða þá liði sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrsta lagi það reglur samstarfsverkefni á vegum heilsueflandi samfélags en sveitarfélagið auglýsti eftir samstarfsaðilum til þess að taka að sér eða þeir sem hefðu áhuga á því að boða til viðburða sem að myndi falla undir skilgreininguna á heilsueflandi samfélagi og sem sagt reglurnar voru bornar þarna undir nefndina og sem að samþykkti þær og þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi drög að reglum samstarfsverkefni vinsamlega gefið merki og þar með myndu sveitarstjórn fela sviðsstjóra fjármála stjórnsýslusviðs að birta reglurnar á heimasíðu sveitarfélagsins. Það eru samþykktar samhljóða. Síðan það liður númer 6. Það heilsueflandi samfélag aftur, það óskum samstarfsverkefni og það Maður manns gaman. Nei, fyrirgefið. Nei, það ekki númer 6, það? Já, afsakið. Það já beiðni frá Snowdogs sem var hafnað hjá nefndinni og þeir sem geta tekið undir afgreiðslu nefndarinnar vinsamlega gefið merki. Það staðfest samhljóða. Síðan það liður númer 7, það ekki? Já, 7. Það heilsueflandi samfélag og það samstarfsverkefni heilsueflandi dekurdaga í Stórutjarnaskóla. Nefndin samþykkti og þeir sem geta staðfest afgreiðslu nefndarinnar vinsamlega gefið merki. Það samþykkt samhljóða og að síðustu samfélagsverkefni inn í heilsueflandi samfélag og þar Maður manns gaman. Viðburðir í Skjólbrekku eins og kom fram hjá Eyþóri hér áðan. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu nefndarinnar sem að samþykkti það verkefni vinsamlega gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Síðan þá erum við komin að dagskrárliði númer 16. Það fræðslu- og velferðarnefnd Þingeyjarsveitar 23. fundur sem liggur hér til staðfestingar fundagerð þess fundar og frá 13. febrúar fundagerðin í 4 liðum. Engir þeirra þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar en Ragnhildur formaður nefndarinnar ætlar að fara í gegnum fundagerðina með okkur.
Jú, takk oddviti. Ég var reyndar ekki á þessum fundi en ég ætla samt að renna í gegnum þessa fundargerð. Nú, þetta var sem sagt 23. fundur. Fundargerðin er í 4 liðum og engin liður þarfnaðist afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrsti liður, það barst erindi varðandi aldurstakmark á þorrablót. Nefndin bókar eftirfarandi, nefndin þakkar erindið og með velferð ungmenna í huga þá beinir nefndin þeim eindregnu tilmælum til þorrablótsnefnda í sveitarfélaginu að hækka aldurstakmark á þorrablótin upp í 18 ára miðað við fæðingarár. Sviðsstjóra falið að koma tilmælum til skila. Liður 2, hann fjallaði leikskólastarf og skipulag. Undirbúningur skóladagatal leikskóla sveitarfélagsins, þarna var sem sagt lagt fram minnisblað frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs, málið var rætt ítarlega á fundi en frestað til næsta fundar. Sviðsstjóri ætlar að afla frekari upplýsinga varðandi þetta mál. Þriðji liður, þá var sem sagt lagt fram til kynningar bréf frá Menntamálastofnun nýjan nemendagagnagrunnin sem heitir Frigg og þau atriði sem sveitarfélög þurfa að skoða í innleiðingarferlinu. Fjórði og síðasti liður, lögð fram til kynningar stefna Þingeyjarsveitar 2024 til 2030 og nefndin bókar það að hún lýsi yfir ánægju með stefnu Þingeyjarsveitar. Takk fyrir. Já, orðið er laust þessa fundargerð. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég ætla að taka til umræðu fyrsta lið á dagskrá þessara fundargerðar. Fjallar aldurstakmörk á þorrablót. Ég ætla að lýsa mig ósammála nefndinni í niðurstöðu hennar það að segja beinaði til þorrablótsnefnda að aldurstakmark verði hækkað upp í 18 ár. Ég er ekki sammála þessari nálgun. Ég held að, í fyrsta lagi að þá náttúrulega hefur sveitarfélagið ekkert það að segja beinlínis hvað aldurstakmarki á þessi þorrablót og enda er það mjög skýrt þarna í bókuninni að þetta er bara tilmæli. Hins vegar þá er það þannig að þarna eru börn að, ef svo má segja, stíga sín fyrstu skref í skemmtanalífi og þar sem áfengi er haft við hönd og þá segi ég bara hvar er betri staður fyrir börnin að sjá hvernig svona hvernig svona samkomur fara fram. Þarna er samfélag á bakvið, ef við hækkum aldurstakmarkið upp í 18 ár, þá horfum við upp á það að börn fari í framhaldsskóla og kynnast þá væntanlega áfengisdrykkju og jafnvel fleiri skaðvöldum þar. Þá spyr maður sig, er ekki betra að þau séu búin að fara á þorrablót með foreldrum sínum, með fjölskyldu, sjá og kynnast þessu í sínu samfélagi, hvernig fólk kemur fram. Nú, ef að foreldrar vilja ekki að börnin sín fara á þorrablót fyrir en þau eru orðin 18 ára, þá er það bara þeirra mál og þá bara banna þau börnunum sínum að fara á þorrablót. Og eins ef eitthvað atvik kemur upp á það, þá bara gilda lög í þessu landi og ef að foreldrar skilja eftir börnin sín á þorrablótum og fara heim og gleyma þeim, þá er það bara tilkynningarskylt til barnaverndar. Það er bara þannig og ég er ekki að nefna þetta af neinni það er engin tilviljun að ég nefni þetta því að þetta er saga sem ég heyrði nýlega en sagan er ekki nýleg endilega, ég skal ekki segja það. En ég bara vil lýsa mig ósammála þessu og nú ef það er einhverju sammála minni afstöðu í dag þá með þeir endilega koma og svara því og þá getum við bara gert einhverju bókun saman, annars leyfum við þessu bara að fara svona. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Eyþór hefur vissulega nokkuð til síns máls í þessu en þetta hefur náttúrulega verið úrlausnarefni
þorrablótsnefnda í sveitafélaginu reikna ég með í býsna langa tíma og auðvitað þetta tvíeggja sverð svolítið. Þetta hefur bæði kost og galla og kostirnir alveg réttir sem Eyþór bendir á. Þarna eiga menn náttúrulega geta tekið sín fyrstu skref í skemmtanahaldi í faðmi fjölskyldunar og auðvitað eiga menn náttúrulega geta borið til þess gæfa haga sér þokkalega þó að vissulega bregði út af hjá fólki í þessu skemmtanahaldi. Og þetta finnst þetta ekkert öllum þægilegt, ég reikna ekki með að kennurum almennt, ég hef nú verið í þeirri stöðu, þykir mér þægilegt að vera að skemmta sér með nemendum sínum og svo framvegis. Þannig að þetta er áhugaverð umræða, ég eiginlega bara svona beggja blandsið þessu, það er nú eiginlega bara þannig. Takk fyrir. Og Árni Pétur hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Þá vindum við okkur í 17. dagskrárlið og það er 23. fundur umhverfisnefndar fyrir sveitarstjórnleikur til staðfestingar, fundargerð 23. fundar umhverfisnefndar frá 13. febrúar. Fundargerðin er í 4 liðum, það eru engin liðir sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og ég ætla að biðja Árna Pétur formann nefndarinnar að fara yfir fundargerðina. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Fyrsti liður á dagskrá nefndarinnar að það var skilagrein umbúðir og þetta er sem sagt skilagrein sem við fáum frá úrvinnslusjóð og þetta sem sagt tekur á því út að við fáum endurgreiðslu frá úrvinnslusjóði fyrir þann pappa og plast sem er safnað í sveitafélaginu og þetta er breyting sem að varð nýlega sem sagt það að sveitafélagi fá þessar greiðslur en ekki sá sem að safnar umbúðunum. Í þessu eru náttúrulega magntölur sem er áhugavert að skoða og það er gaman að sjá að pappír er raun og veru stærsti liður söfnunarinnar er talsvert stærri heldur en plasti þó að það sé vissulega mikið að umfangi líka. Þannig að þetta eru svona áhugaverðar tölur í þessu. Nú næsti liður að það er sem sagt breyting á reglugerð urðun úrgangs. Þarna er í raun og veru verið að bjóða okkur þátttöku í samráði. Þarna er nú bara verið að skerpa á reglum og fara yfir reglugerðir það hvað megi urða og hvað ekki og hvernig. Og þetta er eins og til dæmis það að það megi ekki urða úrgang sem er sérsafnað, sem er pappinn þá og plastið og því sem er verið að safna sér og lífrænt. En einnig er þetta verið að hnykkja á því að sem sagt menn eru til dæmis að nota dekk á urðunarstöðum að það falli ekki þannig inn í reglugerðina að það verið bannað að nota þau vegna þess að þau eru hjálpleg. Þannig að við höfum svo sem engar athugasemdir við þetta boðaða samráð. Nú næst var þriðji liður að það var meðhöndlun úrgangs og urðun í Stekkjarvík. Þetta var nú eiginlega bara svona skoplegt að fá þetta inn á fund til okkar vegna þess að þarna er verið að taka saman sem sagt magntölur frá öllum sveitafélagunum nema inn í þessa ágættu skýrslu sem við fengum og þá voru engar tölur frá Þingeyjarsveit sem gerði þetta náttúrulega svolítið marklaust að fá þessar upplýsingar þó svo að vissulega væri áhugavert að sjá hvaða magntölur er að fara frá öðrum. Nú síðasti liðurinn á dagskrá að það er sem sagt verkefnastjóri og til þessa fundar kom Arnheiður Rán Almarsdóttir sem er verkefnastjóri hjá SSNE og hjá Þingeyjarsveit. Og þarna er náttúrulega einstakt tækifæri fyrir nefndina að geta nýtt starfsfólk sveitafélagsins í þágu nefndarinnar og við náttúrulega vorum það heppin að þetta var svona fyrstur kemur, fyrstur fær til að njóta kraftarinnar þannig að við vorum auðvitað að fljóta sjanghæjana í það að vinna að sem sagt loftslagsáætluninni okkar og það er öllum sveitafélögum er skylt að vinna loftslagsáætlun og þetta er nú býsna umhendis og snúið þannig að það er nú bara gott að geta fengið sérfræðing til vinnu við þennan málaflokk vegna þess að þetta er ekki einfalt. Það þarf að ákveða hvaða liði menn ætla að hafa með, það þarf að ákveða hver á núllpunkturinn að vera og setja sér þarf að setja sér hvað takmarkið á að vera við það að vinna þetta þannig að við hlökkum til samstarfs við Arnheiði þessi mál. Takk fyrir. Við þakkum Árna Pétri fyrir yfirferðina og orðið að lausn þessa fundargerð ef einhver vil taka til máls.
Svo er ekki, þá vindum við okkur í 18. dagskrárlið og það fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 33. fundar skipulagsnefndar. Fundargerðin er í 6 liðum, liðir 5 og 6 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og við ætlum að fá hann Knút, formann nefndarinnar, til þess að fara yfir fundargerðina með okkur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Fundargerð 33. fundar skipulagsnefndar er í 6 liðum. Það þýðir kannski ekki að fundurinn hafi verið stuttur, en þetta á fundinu var tæpt á málum varða. Fyrsta málið var Goðafoss, umsókn framkvæmdaleyfi fyrir reiðleið og hestagerði. Að ræða framkvæmd sem er í samræmi við deiliskipulagsbreytingu sem var nýverið samþykkt og skipulagsnefnd samþykkt útgáfu framkvæmdaleyfis að fengnu til leyfi vegagerðarinnar þar sem að framkvæmdirnar eru innan veghelgunar svæðis og í samræmi við viðauka í samþykktum stjórn og fundarsköp þingasveitar felur skipulagsfulltrúi að gefa framkvæmdaleyfið út með tilheyrandi reglugerðarnúmerum og öðru slíku sem áhugasamir geta lesið í fundargerðinni þegar hún kemur út. Mál nr. 2 varðar Bjarkarlund 20 sem er umsókn byggingarleyfi fyrir viðbyggingu geymsluskúr. Hvort tveggja í mjög smáum stíl, 4,5 fermetra viðbygging en við þökkum engu að síður framkvæmdaaðila fyrir að leggja sig það ómaka sækjum. Og einnig er sótt byggingarleyfi fyrir út í geymslu upp á 16,6 fermetra. Þetta er svæði sem er ódýrskipulagt en skilgreind sem frístundabyggð í gildandi aðalskipulagi. Rótgróið frístundahverfi. Skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna áformin samkvæmt reglum þau mál og byggingarfulltrúa falið að gefa út byggingarleyfi ef engar athugasemdir berast við grenndarkynningu. Mál nr. 3 varðar Hraunveg 3, umsókn byggingarleyfi fyrir rótþró og þvottahúsi. Það sem fyrirhugað er að opna þvottahús í Hraunvegi 8 og setja niður rótþró. Óskað er eftir afstöðu skipulagsnefndar á því hvort framkvæmdir við nýja rótþró teljist framkvæmdaleyfis skyldar. Þarna er að ræða einhvers konar gjald þvottastöðu með almennum aðgangi og til að svara þessari spurningu sem lögður fyrir nefndina þar að segja rekstur slíkra starfsemi er ekki á höndum skipulagsnefndar að fjallum en þarna er óskað eftir afstöðu skipulagsnefndar á því hvort framkvæmdir við nýja rótþró teljist framkvæmdaleyfis skyldar. Samkvæmt fornleifaskráningu er Sauðahellir ekki í hættu vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Skipulagsnefnd telur að fyrirhuguð framkvæmd sé ekki framkvæmdaleyfis skyld með tilliti til umfangs framkvæmdar, varanleika og áhrif á landslag og ásýnd, umhverfis og önnur umhverfisáhrif, enda verði farið eftir lýsingu á fyrirhugaðri framkvæmd varðandi frávik. Í gögnunum er vel gerð grein fyrir fyrirhuguðum búnaði og því sem tilstendur að nota og nefndin svo sem þá hún hafi ekki fjallað það sem slíkt þá er það vel framsett. En ég vil kannski beina því til sveitarstjórnar í framhald af þessu máli að það er rétt að þegar að úttekt á veitum sveitarfélagsins liggur fyrir núna vonandi fljótlega að við förum líka köllum eftir hjá heilbrigðisyfirvöldum fáum yfirlit yfir stöðu hjá þeim aðilum sem eru með rekstrarleyfi meðal annars til reksturs þvottahúsa á þessu viðkvæma svæði. Mál nr. 4 snýr að Kvíhólsmýri, það er umsókn stofnun lóðar fyrir spennistöð Rarik og það er í sjálfsögðu bara þannig verið Rarik að hagræða í dreifikerfi sínu og stofna lóð örlítið norðan við núverandi spennistöð og skipulagsnefnd bókar að hún samþykkir að stofnuð verði lóðum til spennistöð og er byggingarfulltrúa falið að vinna að stofnun lóðarinnar. Mál nr. 5 eru Öxará, þar sem kemur fram breyting á skipulagi vegna varðandi námur. Tekin er fyrir beiðni frá Vegagerðinni þar sem óskað er eftir að gerð verði breyting á gildandi aðalskipulagi Þingeyjarsveitar og nýrri námu bætt við í landi Öxarár.
Framkvæmdir við endurbyggingu Vorradalsvegar vestri frá Hringvegi eiga að hefjast í sumar þar sem nýtt aðalskipulag Þingeyjarsveitar verður ekki búið að taka gildi í tæka tíð. Er farið fram á að óveruleg breyting verði gerð á nú gildandi skipulagi til að tryggja efnistöku í verkið. Og þannig er akkurat það sem verið að gera, þannig er verið að breyta lítilsháttar gildandi heimildum til að verk við framkvæmdir stoppa ekki. Og sjálfsagt að verða við því óveruleg breyting vegna námi við Öxará. Bókun skipulagsnefnd samþykkir óverulega breytingu aðalskipulagi í samræmi við til lög og reglur og vísar málinu til sveitarstjórnar. 7. málið er Voga 1 ferðaþjónustubbreyting á skipulagi. Deiliskipulagsbreyting fyrir Voga 1 ferðaþjónustusvæði og frístundabyggð var auglýst í lögbirtingarblaðinu skipulagsgátt mál númer 1452 á 2024 á heimasíðu sveitarfélagsins og í hlaupastelpunum frá 7. desember með athugasemdafresti til 17. janúar 2025. Umsagnir bárust frá Mílu, Minjastofnun Íslands, Rarik, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands, Náttúruverndarstofnun, Slökkviliðinu og Þórhalli Kristjánsinni. Þessar athugasemdir var fjallað og að því loknu bókar skipulagsnefnd svo hún leggur til við sveitarstjórn hún samþykki tillögu að deiliskipulagsbreytingu Voga 1 samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og svör við athugasemdum verða birt í skipulagsgátt. Og þetta er svona það sem ég kom inn á áðan varðandi gáttinnar, grenndarkynningar og deiliskipulagsbreytingar og aðalskipulagsbreytingar sem og aðalskipulagstillagan sem að verður fer þangað inn eftir yfirferð skipulagsstofnunar. Þarna er komið bara gríðarlega gott verkfæri til að fletti gegnum þessi gögn á aðgengilegan hátt í kortasjá. 14:40 í loki málunni. Við þakkum Knúti fyrir yfirferðina og göngum þá til atkvæða við þeim dagskrárliðum sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Það er númer 5. Beiðni breytingu á aðalskipulagi vegna efnistöku úr námum í landi Öxarár. Sveitarstjórn samþykkir óverulega breytingu á aðalskipulagi í samræmi við 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skefið merkjum að þeir réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 6. Vogar 1 ferðaþjónustuhús breyting á skipulagi. Sveitarstjórn samþykkir tillögu að deiliskipulagsbreytingu Voga 1 samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og þeir sem geta samþykkt vinsamlega skefið merki með því að rétta upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður nr. 19, það er fundargerð byggðarráðs frá 35. fundi. Fundargerðin er í 9 liðum og það er liðir 2, 3, 5 og 6 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar en liður 3 er sérliður á dagskrá og hefur þegar verið fjallað hann. Það eru siðareglur starfsfólks þannig að ég ætla að biðja Jónu Björgu, formann byggðarráðs að fara yfir fundargerðina. Já, oddviti, eins og framkom þá er þetta 35. fundur byggðarráðs. Jú, það er vissulega búið að taka 3. málið og setja inn á dagskrá en við erum enga síður líka búin að fjalla hluta fundarmálana við gerð samþykkt viðaukans í dag. En ég ætla bara að renna hratt og örugglega yfir þetta. Á dagskránni voru 9 mál. Og fyrst kom til fundarins Ingimar Ingimarsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og fór yfir þau verkefni sem eru á fjárhagsáætlun og áætlun framkvæmdir og við þarf að þakka Ingimar fyrir greiðinagóða yfirferð við mikla framkvæmdaáætlun sveitarfélagsins og óskaði jafnframt eftir því að hann kæmi reglulega til fundar og upplýsti byggðarráð stöðu framkvæmdana. Og náttúrulega í ljósi umræðina byggðarráð hér undan þá óskaði Eyþór
að fá það bókað þessi yfirferð ætti erindi við alla sveitastjórn þar sem allir kjörnir fulltrúar eru upplýstir og geta spurt gang mála millilega laust. Þá var það eins og í tengslu við samþykkt viðaukans hér á undan, þá var fjallaði byggðaráð Hlíðaveg 6 og úttekt og þar var lögð fram kostnaðaráætlun uppskiptingu hússins og það sem að felst í lokun milligangs, nýs, inngangs og nauðsynlega viðgerðir til þess að hægt sé að nýta þann hluta hússins sem er í lagi, mestu lagi, í þágu sveitarfélags og þá erum við að tala Mikli. Nú eins og Gerður sagði þá kom liður 3 sérstaklega inn á dagskrá sveitarstjórnar siðareglur. Nú þá var lagt fram í 4. lið beiðni frá nemendafélagi framhaldsskólans á Laugum, það sem var óskað eftir styrk vegna árshátíðar ekki sveitarfélagsins, nemendafélagsins, en byggðar og bókaði að það geti ekki orðið við erindina þessu sinni. Nú í 5. lið þá var lagt fram varðandi þjónustuhús í Höfða og þá var lagt fram minnisblað frá sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs kostnað við heilsársopnun snyrtinga í Höfða. Og eins og við vitum þá þetta svona alltaf í umræðinni og hvernig aðstæðan fyrir ferðafólk á svæðinu og þetta kom svona til að því að þá var óskað eftir þessu minnisblaði og byggðaráð leggur það til við sveitarstjórn að snyrtingarnar við Höfða verði opnaðir yfir vetrarhátíðina sem nú að hefjast og eftir því sem aðstæður leyfa. Og jafnframt leggur byggðaráð það til við sveitarstjórn að heilsársopnun snyrtingarna verði sett á næstu fjárhagsáætlun 2026. Áætlaður kostnaður við heilsársopnun 5,4 milljónir, þar af 2,4 vegna vetraropnunar. Nú, 7. liður, þar var lagð fram drög á húsnæðisáætlun Þingeyjasetur og vann byggðaráð því og hefur nú sveitarstjórn fjallað hana. Þá var lögð fram, eins og ég kom hérna upp í ponta áðan, áformum frumvarp til breytinga og svo það kemur annað samráð. Þarna var kynnt mál sem var í samráðsgátt stjórnvalda, það sem var svona safnmál, kynnt til áformu breytingur á lögum virðisaukaskatt, lögum umhverfis- og auðlindaskatta og tollalögum. Og þar kom svona kannski helst landbúnaðinum þessi stóra deila innflutning á jurta, svo kallum jurtaosti sem venjulegar mjólkurostur blandað með jurtaolíu. Þar fól byggðar og sveitarstjóri og formenni byggðaráðs að leggja inn umsögn áformin, hins vegar hefur orðið ákveðin breyting á málinu síðan, þannig ég tel líklegt að umsögn ekki send inn að svo stöddu. Þá barst byggðaráði ósk frá miðstöð slysavarna barna, ósk styrk og þar var lagt fram bréf frá Herdísi Storgard fyrir hönd góðgerðarfélagsins miðstöð slysavarna barna þar sem óskað verið styrk til framleiðslu á fræðsluefni. Byggðaráð taldi sig ekki geta orðið við erindina þessu sinni en hvatti félagið engu að síður til námskeiðahalds á landsbyggðinni með þá mögulegri aðkomu sveitarfélagsins, enda mikilvægt málefni að ræða. Og að lokum var lagt fram bréf frá Baldri KR og Lindu Birgisdóttur þar sem óskað var eftir upplýsingum framtíð sín sveitarfélagsins varðandi ljósýningabúð með möguleika leigu eða kaupum en því erindi var frestað. Við þakkum Jónu fyrir þessa yfirferð og orðið laust þessa fundargerð. Knútur, gjörðu svo vel. Ógnir því ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég ekki hingað komin til að mæla fyrir banni við jurtaosti á þingeyska efnahagssvæðinu þó veri kannski réttast, en þarna kúkakrónurnar eins og við vildum gjarnan fá að þjónusta túristum okkar með því að leggja til klósett, opnun allt árið kring. Við þurfum hins vegar alveg reynda að fara að leita leiða og það var ánægilegt þegar SSN kom hérna í morgun og hitt okkur að það er verið að skoða þetta akkurat hvernig getum við fengið fjármagn frá þeim túristum sem flæða hér yfir okkur með einhvers konar gjaldtöku til að fjármagna þetta. Maður vil gjarnan geta tekið vel á móti fólki en við þurfum einmitt að við þurfum að fá aðeins frá þeim til okkar. Takk. Og orðið er laust. Jóna Björk, gjörðu svo vel. Já, takk Knútur og takk Oddviti. Bara takk Knútur fyrir að tala þetta með þetta fínt nýgerði, kúkakrónur.
En það er auðvitað bara mjög mikilvægt að hvernig við horfum á þetta heildstætt, sko, að við viljum auðvitað fá ferðafólk á svæðið okkar, en við viljum líka að það séu góðar aðstæður fyrir hendi, að fólk geti komið heimsótt okkur allan ársins hring og geti gengið sinna þarfa. En það hvernig sveitarfélag kemur út í þessari vegferð allri er auðvitað líka mikilvægt. Auðvitað hefur við stundu lýst í hvernig það kemur mikil fjöldi ferðafólks til okkar en skilur kannski ekki mikið eftir á svæðinu og það er alveg eitt sjónarhóll, en mér finnst líka mikilvægt að sko, við erum samt í þessari vegferð, við viljum að fólk komi og viljum að fólki líði vel á svæðinu okkar og eitt hluti því að það geti komast á klósett. Þannig að þetta er bara svona meðalvegur til að finna, en ég held að það sé líka bara mjög mikilvægt að skoða þessu samhengi. Þannig til dæmis er ákveðið greiðslukerfi í snyrtingunum á Höfða, þar sem að fólk er að borga fyrir að nota snyrtinguna. Er það að skila okkur einhverjum nægilegum tekjum upp á þann kostnað sem að sveitarfélagið ber? Væri eðlilegt að fleiri leigðu til sveitarfélagsins vegna reksturs salerna, til dæmis rútufyrirtæki? Ég segi bara svona. Já, Jóna hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Haraldur gerði þetta svo vel. Já, oddviti ágættu fundamenn. Ég ætlaði aðeins að ræða þarna síðasta mál á dagskrá byggðarráðs sem var óskum leigu eða kaup á ljósvetningabúð. Það hefur svo sem verið þér innan sveitarstjórnar síðustu ára held ég talað það hvað að gera við öll þessi félagsheimili sem við eigum. Mér finnst að við séum kannski komin á þá stað núna við ættum endilega bara að auglýsa til leigu og vita hvort við getum síðan selt allavega að byrja á að selja ljósvetningabúð ef við höfum alla heimildir til þess. Þannig ég myndi hvetja til þess að þeir byrja á að koma því í leigu. Já, og Haraldur hefur lokið máli sínu og þá er það Árni Pétur sem hefur hvað sér hljóðs. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Jú, þetta er vissulega rétt hvað varðar salernin. Þetta er auðvitað, sitjum við svolítið upp með það í þessu sveitarfélagi að við erum svolítið eins og beitarhólf fyrir aðra. Það er auðvitað gríðalegu fjöldi fólk sem að flæðir og vill skoða okkar fögru sveitir án þess kannski að skilja alltaf mjög mikið eftir og sveitarfélagið þetta fer svolítið varhluta af því að við eigum skyldur og þurfum að þjónusta fólk en við höfum kannski ekki mjög mikinn fjárhagslegan ábata til þess að standa undir þeirri þjónustu sem við erum að veita. Þannig að þetta er eitthvað sem er auðvitað gott að skoða í stóra samhenginu. Svo langar mig aðeins varðandi ljósvetningabúð. Við langar kannski bara fyrst og fremst að þakka fyrir þetta erindi frá Baldri og Lindu. Þess að það er auðvitað bara gott að hreyfa þess við þessum málum. Þetta er auðvitað búið að vera til umræðu í mörg kjörtímabil hvað og hvernig eigi að fara með félagsheimilin okkar. Þau auðvitað eiga ákveðin stað í hjarta fólks og þeir sem til þeirra stofnuðu á sínum tíma auðvitað lögðu á sig gríðarlega mikið og þetta er flókið að því leyti að það er ýmislegt hvað varðar eignarhald og rétt og þarna halda menn þorrablót og erfidrykkjur og alls konar, þannig að þetta er auðvitað svolítið flókið úrlausnar en það er mjög gott að hreyfa við málunum og reyna að komast eitthvað áfram með það. Þannig að ég held að útlega geti alveg verið gott fyrsta skref en auðvitað ef við förum í eitthvað slíkt þá auðvitað þarf það bara auglýsast þannig að allir eigi jöfn tækifæri þar á ef við förum slíka leið. Takk fyrir. Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Er það fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór gjörðu svo. Oddviti, ég ætla að tjá mig 9. lið á dagskrá byggðarráðs sem fjallar leigu á ljósvetningabúð eða möguleg kaup. Ég sammála því eða ekki sammála því að öllu sem hefur komið hér fram, það er að segja ég ef við horfum á félagsheimilin okkar og horfum á félagsheimilin í sveitarfélaginu sem eru einkarekin, þá eru þau, líta betur út, almennt talað en hinn, það er mitt mat að minnsta kosti.
Sveitarstjóri fjallaði það hér í pistli sveitarstjóra að það væru mögulega einhverjir erfiðleikar einhvers staðar í þessum félagsheimilum sem eru einkarekin, þó að við eigum nú einhvern hlut í félögunum sem rekur það. Ég er ekki alveg með þetta á hreinu. Hvað það? Ég held að þetta félagsheimili, ljósendingabúð, sé ekki endilega í því ástandi sem að við getum leigt það í. Ég hefði viljað bara selja það, auglýsa það til sölu, sjá hvort það er einhverjir hrifnir af því, sjá hvort það er einhverjir til í að kaupa þetta og þá kannski sér þetta félagsheimili betri tíma en hafa verið undanfarin ár. En ef að það gengur ekki, ef það er ekki vilji sveitarstjórnar, þá finnst mér að við eigum að leigja það, þó að mér finnist hitt vera betri kostur. Það er að segja leigja það út. Þór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það er að Knútur gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég tek svolítið undir með leiguleiðinni því mér finnst að það sé eitthvað sem sé hægt að skoða bara fljótlega, að það er að segja að auglýsa þetta. Varðandi ástand hússins, þá er það alltaf einhvers konar samkomulagsatriði og hægt að meta viðgerðir upp í leigu ef að viðkomandi vill eitthvað laga það að sínum þörfum. Og það er fyrsta mál hefði ég haldið að væri svona að kanna hvort það sé ekki hægt að varpa fram hugmyndinni og óska eftir áhugasömum aðilum til samræðu. Ég keyri þetta fram hjá ansi reglulega og maður horfir á þetta og sér bara alveg fullt af tækifærum samanber flötina þarna norðan við, þannig að þetta væri þó svo að menn séu vissulega bundin sínum félagsheimili og geri í því þorrablót og erfidrykkju, þá þætti mönnum jafnvel ennþá skemmtilegra að sjá það vera með meira líf. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu og eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Svo er ekki. Þá förum við í það að greiða atkvæði þá liði sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar, og eins og fram kom hjá Jónu Björgu að þá voru liði númer 2, 3 og númer 6 sem var húsnæðisáætlunin allir teknir beint inn á sveitarstjórnarfundi, þannig að þeir hafa nú þegar verið afgreiddir. Þannig að eftir stendur liður númer 5 sem er þjónustuhús í Höfða, greiðslukerfi, það er nú upphaflega markmiðið með málinu, að það er sem sagt hér til afgreiðslu sveitarstjórnar, og eins og fram kom hjá Jónu Björgu að þá var lagt fram minnisblað frá Ingimarssyni og þar kom fram kostnaður við að halda úti þessum rekstri. Greiðslukerfið hefur verið dýrt og þess vegna er þetta heiti á málinu og það er verið að skoða hvort að það er hægt að taka upp annað greiðslukerfi sem er ódýrara. En okkar hlutverk hér er að staðfesta eða ekki bókun byggðarráðs sem að lagði til að húsið yrði opnað í kringu vetrarhátíð sem er að hefjast núna á morgun, morgun og eftir þörfum, og vísa síðan umræðu heilsársopnun á snyrtingunum í Höfða til fjárhagsáætlunar 2026. Og þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu byggðarráðs vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá höfum við lokið yfirferð fundargerða frá fastanefndum sveitarfélagsins og förum í aðrar fundargerðir. Það er liður númer 20 fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 240. fundar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra frá 12. febrúar síðastliðnum. Er einhver sem vil taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki, þá er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður númer 21 fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 78. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, og sá fundur var 15. janúar síðastliðinn. Er einhver sem vil taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki.
22. dagskrárliður, lögð fram til kynningar, fundargerð 961. og 962. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitafélaga frá 17. og 22. janúar síðastliðnum. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls hér? Svo er ekki. Liður númer 23 og það er aftur Samband íslenskra sveitafélaga fundargerðir og ástæðan fyrir því að þetta er hér í fleiri dagskrárliðum er svo að þessir fundargerðapakkar koma á misjafnum tíma og þegar þeir koma þá er stofnað sér mál í skjalakerfinu. En sem sagt þessi 23. dagskrárliður, þar liggur til kynningar fyrir sveitastjórn fundargerð 963. fundarstjórnar Sambands íslenskra sveitafélaga frá 31. janúar síðastliðnum. Einhver sem vil taka til máls? Knútur, gjör svo vel. Knútur hefur dregið beiðni sína tilbaka og þá förum við 24. lið og fyrir sveitastjórn liggur til kynningar fundargerð 80. fundarstjórnar samtaka orkusveitafélaga frá 31. janúar síðastliðnum og Knútur hefur óskað eftir að fá taka til máls. Oddviti ágæta sveitastjórnar fólk, það sem þetta er nú svolítið stór hagsmunamál hjá okkur, þau mál sem eru á dagskrá samtökum orkusveitafélaga, þá kannski aðeins að fara yfir það að samtökin hafa, eftir að hafa haft svolítið hegtum sig í kringum stjórnarskipti verið að potast í því að koma málum aftur á dagskrá, bæði skattlagning og orkumannvirkjum sem á máli tengdum tekjumódeli sveitafélaga hvað varðar orkuframleiðslu með því að reyna að ná viðtölum hjá nýjum ráðherrum. Þegar þessi fundur er haldinn þá hafði bara náðst í fjármálaráðherra, hann tók vel á móti okkur. En þessi vinna við þetta frumvarp sem var komin áleiðis, þar að segja fasteignaskattur og orkumannvirki, hún hvarf svolítið og er svolítið horfin núna í vinnu við uppfærslu og breytingar á frumvarpi jöfnunarsjóð, en samkvæmt þessu viðtölum þá er stefnt að upptöku málsins engu á síðar árinu með áfram að skjali fyrir sumarfrí og svo haustþingi. Takk. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessu lið. Svo er ekki. 25. liður á dagskrá í dag fyrir sveitastjórn liggur til kynningar fundargerð 300. og 7. fundar stjórnar Norðurorku. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 27. liður dvalarheimili aldraðra á Húsavík fyrir sveitastjórn liggur til kynningar fundargerð stjórnar dvalarheimilis aldraðra SF frá 3. febrúar síðastliðnum. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 27. liður fyrir sveitastjórn liggur til kynningar 70. fundargerð stjórnar SSNE sem haldin var 5. febrúar síðastliðin. Einhver sem vil taka til máls hér? Jóna Björg, gjör svo vel. Já, mér langaði nú bara til þess að koma aftur og tala þetta hefur verið góð umsögn sem við gerðum varðandi breytingar á sveitastjórnarlögum en líka bara að benda á umsögn sem að gera varðandi fjarskiptamál og gerðu kannski fyrir betur yfir og við ekki bara athygli á því og fagna henni. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki og með leyfi varaoddvita, ég tek undir það sem Jóna Björg sagði, þarna er 10. liður á dagskrá stjórnar SSNE umfjöllun fjarskiptamál og hér er lagt til að sveitastjórn taki undir þá bókun með því að taka undir áhyggjur stjórnar SSNE hvað varðar breytingar á skilyrðum tíðniheimilda sem snýst að ríkisvaldið standi við gefin loforð varðandi uppbyggingu farsímanets. Sveitastjórn Þingeyjarsveitar hvetur SSNE til að fylgja málinu vel eftir og gera kröfu að landshlutasamtök hafi beina aðild að framgangi verkefnisins.
Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það 28. dagskráliður fyrir sveitarstjórn liggja fundargerðir 960. fundar, 960. fundar og 967. fundar og 968. og 969. fundar Sambands Íslenskra sveitafélaga. Tilkynningar. Er einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 29. dagskráliður fyrir sveitarstjórn liggur boð á aðalfund Samorku sem haldinn verður miðvikudaginn 19. mars næstkomandi í Silfurbergi í Hörpu. Er einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 30. liður fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ársskýrsla fyrir Huldu, náttúruhugvísindasetur fyrir 2024. Einhver sem vil taka til máls hér? Svo er ekki. En þar er lagt til að sveitarstjórn þakki greinagóða ársskýrslu og lýsi ánægju með öflug starf Huldu náttúruhugvísindaseturs. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin alveg að leiðarlokum. Það er eitt mál eftir á dagskrá, 31. liður. Frumvarp til laga jöfnunarsjóð sveitafélaga, boð samráð. Fyrir sveitarstjórn liggur mál til kynningar með vísan til kynningafundar innviðaráðuneytisins með framkvæmdastjórnum sveitafélaga drög að frumvarpi jöfnunarsjóð sveitafélaga. Samráðsfrestur var lengdur til klukkan 12 þann 5. mars næstkomandi. Orðið er laust. Jóna Björg, gjör svo vel. Já, takk Oddviti. Þetta jöfnunarsjóðurinn er náttúrulega okkur alltaf mjög hugleikinn, bæði til þess að reyna að skilja og bæði til þess að reyna að átta okkur á því hvernig hann þjónir nákvæmlega hlutverki sínu sem er að jafna hlut sveitafélaga. Núna eru þetta uppi breytingar og við erum búin að sitja nokkra kynningafundi, Ragnheiður, Jóna og fleiri. Ég held bara mjög mikilvægt að halda mjög vel utan um þræði hér og við myndum fela sveitarstjóra og oddvita að undirbúa umsagnar málsins af því að þetta er sko þrátt fyrir að með þessum breytingum komið í Þingeyjarsveit ekki jafn illa út úr breytingunum og þá breytir það því ekki að þessi sveitarfélög sem nú hafa sameinast, þau hefðu raunar mögulega staðið betur í úthlutunum frá jöfnunarsjóði heldur en eftir sameiningu. Það er bara mjög mikilvægt að halda því til haga og það verði áfram jafnaður hlutur milli sveitarfélaga til dæmis í helmingamokstri. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nei, svo er ekki. Með leyfi var oddvita að þá höfum við setið kynningafundi þessa nýju úthlutunarreglur sjóðsins og ég held að með tímanum að þá verði auðveldar að skilja þær heldur en fyrra fyrirkomulag. Mér sýnist það. En við sveitarstjóri höfum óskað eftir og mér skilst að við munum fá fund með jöfnunarsjóði í næstu viku þar sem við ætlum að óska eftir sérstakri yfirferð okkar sveitarfélag til þess að sjá áhrifin á öllum sviðum hjá okkur. En þeir sem geta samþykkt að feli sveitarstjóra og oddvita að undirbúa umsögn vegna málsins vinsamlega gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Og fundið er slitið. Takk fyrir góðan fund og klukkan er 15:06.